Kæru fundagestir, það er auðvitað pínlítið skrítið að opna þennan fund í gegnum samtal við tölvuna, en á sama tíma er það auðvitað mjög í takti við umræðefnið, tækifæri dreifðra byggða í fjórðu. Ég sjálf naut þeirra forréttinda sem barn og unglingur að alast upp í sveitarfélagi á landsbyggðinni og ég tel mig búa að þeim forréttindum í leik og starfi enn þann dag í dag. Það að fá að alast upp í svona minna sveitarfélagi út á landi sem er frjálst, opið og öruggt. Það eru forréttindi sem við lítum kannski á sem sjálfsagðan hlut, en eru á sama tíma svo langt frá því að vera sjálfsagður hlutur fyrir langstærstan hluta jarðarbúa. Það að alast upp í námunda við sjóinn og fjöruna, náttúruna og allt hreina loftið, það eru forréttindi sem margir myndu setja í fyrsta sæti hvað lífsgæði varðar. Og við viljum að börnin okkar fái að upplifa sömu lífsgæði og við höfum búið við. Þá kemur upp þessi spurning, hvaða áhrif munu tæknibreytingar hafa á komandi kynslóðir í dreifðari byggðum? Stutta svarið er, því miður, kannski, að við vitum það ekki. En við erum samt að reyna að rýna inn í framtíðina og reyna að gera okkur grein fyrir hvernig samfélagið muni líta út á næstu áratugum. Og það hefur til dæmis margoft komið fram að ýmiss konar störf sem eru bæði algeng og mikilvæg í dag munu hverfa á næstu árum vegna sjálfvirknivæðingar. En í staðinn koma fram ný störf og atvinnugreinar og stór hluti þeirra munu vera störf sem við vitum ekkert nafnið á í dag. Í fyrra kom út skýrsla á vegum starfshóps sem var skipaður af forsætisráðherra til að greina áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á íslensku þjóðina. Í þeirri skýrslu kom meðal annars fram að gert er ráð fyrir að sjálfvirknivæðingin muni hafa talsvert meiri áhrif til fækkunar starfa í dreifbýli heldur en í þéttbýli. Þetta er í samræmi við kannanir atvinnuþróun í öðrum vestrænum löndum og það er þess vegna ljóst að eitt af okkar stóru viðfangsefnum er að sporna við því að fjórða iðnbyltingin leiði til þess að ójöfnuður í þjóðfélaginu aukist. Þessar breytingar eiga að vera fyrir alla en ekki bara suma. Við viljum ekki enda uppi með samfélag þar sem að tækniþekking, færni og vel launuð störf eru borin upp af fámennum hópi á afmörkuðu svæði landsins og þess vegna höfum við verk að vinna. Þegar skoðað er hvaða menntun og færni er eftirsóknarverð í samfélagi framtíðarinnar, þá kemur fram atriði eins og þverfagleg þekking, tilfinningagreind og gagnrýnin hugsun eru að koma mun sterkar inn en áður. Hér má nefna könnun sem var gerð á vegum World Economic Forum árið 2015, þar sem þúsundir forstjóra voru spurðir hvaða færni þeir teldu að starfsfólk þeirra þyrfti að búa yfir árið 2020. Niðurstöður voru á það leið að hæfileikinn til að leysa flókin verkefni var í fyrsta sæti, yfir eftirsótta eiginleika framtíðarinnar, en gagnrýnin hugsun kom þar strax á eftir. Síðan kom það ýmsum á óvart að sköpunargáfa hylti sér í þriðja sætið, sem er mikilvæg færni hjá starfsfólki komandi ára. Og með þetta í huga ættum við að leggja okkur fram að mæta tæknibreytingum af opnum huga og forvitni en temja okkur leið gagnrýna hugsun varðandi það sem við sjáum og heyrum og það sem breytist. Við þurfum að þjálfa okkur í að sortera allt þetta magn af upplýsingum sem berst til okkar á hverjum degi og læra að þekkja staðreyndir frá falsfréttum og röklisum. Þegar horft er til möguleika landsbyggðarinnar ættum við að skoða vel þau tækifæri sem felast í fjarheilbrigðisþjónustu og fjarmenntun, verslun í gegnum netið og ýmsa aðra þjónustu sem áður kallaði kannski ferðalag til Reykjavíkur með tilhörandi kostnaði og tíma. Við skulum leita leiða til að nýta grænar tæknilausnir til að auka sjálfbærni í okkar lífstíl og þar er ég viss að landsbyggðin getur komið sterk inn. Og við skulum stefna að því að tæknibreytingar þjóni okkur en við ekki þeim, hvort sem er í dreifbýli eða þéttbýli. Auðvitað er það síðan þannig að þegar allar þessar breytingar verða, að þá á það jafnt við í einkageira og opinberum geira, að þegar þú getur unnið störf í gegnum tölvu, að þá skiptir ekki máli hvar sú tölva er staðsett. Þannig að það er ekki sjálfgefið að allir seglar séu alltaf í átt að höfuðborginni, heldur einmitt kannski þvert öfugt. Þar sem að ég trúi því að í framtíðinu muni fólk láta vega þyngra lífsgæði eins og það að komast í hreina náttúru á augabragði, þurfa eða minni tíma í umferð og skull og sækja. Þessi þættir sem að gera lífið auðveldara dag frá degi, þannig getur verið í mjög spennandi störfum út all land. Við skulum líka leyfa okkur að láta sköpunargleðina blómstra og efla frumkvöðlamennsku og nýsköpun
ekki síst þá nýsköpun sem byggð á auðlindum okkar og sérstöðum. Þá ég bæði við þær auðlindir sem byggjast á okkar eigin hugviti og einnig þær sem byggja á náttúrulegum auðlindum. Og ég viss að það munu koma margar áhugaverðar tillögur fram í umræðunum í dag og ég óska ykkur skemmtilegra samræðu, margra góðra hugmynda sem vonandi verða veruleika í nánustu framtíð. Gangi okkur vel.